Það ætlum að halda áfram í föstudagsþættinum sem við tökum hérna upp í Pakkhúsinu, þessu yndislega húsi hérna í innbænum á Akureyri. En næst þá ætlum við aðeins að tala verslun því að það nú ansið margir sem að telja að verslunarmenn á Íslandi eigi hagkvæmri samkeppni við netverslun og ekki síst verslunarferðir Íslendinga erlendis. En það hefur nú mikið verið að gerast hérna minnst að kosti fyrir norðan. Það eru margar búðir að loka. Og við heyrum þessa sögu svo sem víða og við fengið hérna verslunarmenn til okkar til þess að bara ræða aðeins þessa stöðu. Byrjum bara þér, Steini, hvað að gerast í bænum? Hvað að gerast í verslun á Íslandi? Hvað að gerast í verslun á Íslandi, já. Sko, ég held að við erum bara átt okkur því að heimurinn að skreppa saman og alveg svakalega hratt. Og sem sagt, bæði náttúrulega fólk mikið að fara erlendis að sækja sér vöru og eins fólk náttúrulega að sækja sér vöru á netinu. Og þetta greinilega bara mjög auðvelt og fólki finnst þetta hagkvæmt og verslun á Íslandi verður að finna einhver leið til þess að bregðast við því að okkur bara að blæða. Þannig það nú vera. Þannig að það eru mun færri að koma til dæmis inn í þína búðir sem ert með tískuverslun hérna fyrir norðan. Heldur en undanfarin ár. Já, ég held ekki alveg sagt það ás að þurfa skammast mér fyrir það að sérst haustið núna og jólin þetta var ekki minn glæstasti tími í verslun og ég held að það eigi bara nokk við alla. Er þetta verra heldur en bara 2008 til dæmis? Já. Það er bara mjög rólegt yfir. Nú þekki alltaf fataverslun best og í fataverslun er greinilega mjög mikil samkeppni við netsíður og erlenda verslun. Þetta er af sem áður var þegar það var alltaf talað hérna út á landi verið að tala fólk færi í verslunarferðir til Reykjavíkur. Þetta er kannski ekki endilega það sem að verslunarmenn eru að glíma við eða hvað? Nei, þetta sko ég skil þetta mörguleiti mjög vel sko. Við erum með ákaflega hátt verðlag á Íslandi. Við erum búin að vera með verðbólgu hérna í 10 ár, laun hafa ekki haldið í við verðlag. Og mér finnst það sjálfum ekki skrýt og ég versla sjálfur á netsíðum líka að verðin hérna heima eru bara allt og há og það eru minni peningar í gangi heldur en hefur verið þó að við sem reyna að tala þetta upp að hér hlutir að fara af stað á hana sem í raun að gerast á mörgum sviðum en svona heilt yfir hefur fólk bara minna fé milli handana og vissulega þurfum að bregðast við getum bregðast við með að lækka verð sem í raun verslunni átt að gera fyrir löngu síðan. Ég hef talað fyrir því í mörg ár að verðlag hérna í Íslandi er óeðlilega hátt. Álagning er óeðlilega há og þetta nærir í rauninni yfir sko alla geira verslunni í matvöru, fatnaði, í bara hver sem raftækjum, öllu. Þannig að það er bara komin tími til að þetta er ekki bara kúnnanum að kenna, þetta er líka verslunum að kenna sem ekki búin að koma til móts við kúnnan í verðlagningu. Og þetta er bara verkefni næstu mánuð ára að minnka þetta bil. En hvernig gengur það fyrir verslaninn náttúrulega í smærri stöðum? Það virðist vera sem að það er alltaf hærra verð eftir því sem að staðirnir verða smærri sem að vera að versla á. Já, nú erum alls ekki samlaðir því að þetta var kannski við sko vissar vörur en eins og mínu gera þá sko stend ég alveg að fell með því að verða á fatnaði og Akureyri það er klárlega lærra sko sambærileg vöru. Hér heldur en í Reykjavík ef við erum að tala það. Svo veit ég kannski fundu sömu vöru erlendis og það má vel vera sé lægri, sé ódýrari. En verðmunur hérna versus borgin er ekki svo mikill kannski engin? Nei, alls ekki. En segðu mér, þú ert með náttúrulega verslun bæði hér á Akureyri og í Reykjavík. Finnur þú fyrir þessari umræðu í borginni líka að það sé verið að glíma við þessa netsamkeppni? Það er í raun bara nákvæmlega sami hlutur sko. Og þetta er ekkert sér akureyrskt dæmi, þetta er allstaðar. Það sem svo Steinar að tala verðin eru lægri hérna, við erum ekki hærri þó sem með flutningskostnaðinu móti sem við erum að taka á okkur. Við erum að keyra á sambærilegu verðum og í Reykjavík. En þetta er bara ákveðið vakning sem við þurfum að fara af stað með. En ef tökum bara dæmi, þetta virðist vera sko þá mikið fjallað hérna vörur sem var að koma frá Kína og margir að panta frá Kína, sérstaklega þessari tísku síðu þarna AliExpress sem margir virðist vera panta frá og þetta virðist vinna saman að það jókst mikið og verslun hjá ykkur minnkaði og það hefur náttúrulega mikið að gera með verð. Er einhver líkur á að þið getið lækkað verð það mikið að þið séu fara að nálgast svona? Nei, það eigum ekki við glímum náttúrulega aldrei við sko Kínverjan hérna í verðum. Ég fer nú þarna til Kína einu svona 2 ári og flytt inn. Að þetta eitthvað sem keppum aldrei beint við. Þannig er þó í flest tilfellum að taka beint frá framleiðendum
sem eru bara með ákveðna álningu og við hefum náttúrulega aldrei róið þetta. En er þetta sama vara? Í mörgum tilfellum er þetta bara nákvæmlega sem að vara og þetta að sjá hérna heima. Og þess að segja, mér finnst ekkert óeðlilegt að fólk, það reyna allir að gera eins góð kaup og þau geta. En það sem okkur vantar líka hérna er svona almenn neytendavakning. Þú veist, það er engin, við erum einhver neytendasamtök hérna. Þú veist, það heyrist í þessu eitthvað píp 2 ári. En almenningur stendur aldrei upp og segir, þetta er nú bara eitthvað rugl, sko. Þannig að þetta er verslunin, almenningur, allir sem taka sig bara saman og fara að vinna saman þessum málum. Þetta er einhverjir 2 pólar sem tala alltaf mót ykkur öðrum. En þarna eru menn bara nálgast hvern annan þannig að þetta gangi allt saman upp. Svo verðum við líka, að gera okkur grein fyrir hvað er gríðarlega mikið fjármagn að færast út úr landinu þegar við erum með þessa verslun á hætti. Því eins og sko kortafyrirtækin að gefa upp núna að á síðastliðnu hausti þá var semst kortavelta á íslensku kortum á erlendum netsíðum á bilinu 4 til 5 milljarðar sem við erum bara að eyða. Þetta er peningur sem að rennur út fyrir íslenska hagkerfinu. Að því sittum við sagt úr húsið og horfum á Vaðlaheiðargöngin hérna hinum megin, þau kosta 10 milljarða. Helmingurinn á kostnaðinum, hann rann út fyrir hagkerfinu án þess að nokkuð maður talaði um það. Eða sambærileg uppætt. Teljið að opinberir aðilar eigi með einhverjum hætti að skipta sér að þessu? Erum við að tala skatta eða einhvers konar? Alls ekki, sko. Nei. Alls ekki. Hvernig, það að tala sér saman? Að tala sér saman, það er í rauninni bara fólk líka standið saman, sko. Maður heyrir þetta oft en það er aldrei útskipt. Nei, sko, ástandi er bara þannig í dag. Það er búið að tala upp að hér sé allt að upplifa, allt sé verða svo óbóðslega gott, sko. En svo er aftur á móti hinn helmingur sem hefur að bara verra heldur en sko nokkru sinni. Og þetta fólk stendur ekkert upp núna. Að móti þú veist einhverju jeppa sem kemur í sjónvarpinu og segir allt sé hér á uppleið, sko, og alltaf fara eitthvað að kvarta. Þá er bara hvað neikvætt almenningsálitið gagnvart þessu manni sem byrjar að kvarta. En það er aldrei að hugsa þetta saman. Þetta er bara með þetta hjarðeðli hjá okkur Íslendingum og það nennir enginn að standa upp og tala fyrir hlutina. Og með það einhverja sem er tilbúin að bakka nú. En ef við tökum Akureyri sem dæmi, hvað eru marga verslanir, vitið það, cirka á Akureyri í einu húsnæði? Hvað eru marga? Ekki hugmynd. Í miðbænum eru... Í miðbænum einhverja 50 verslanir og veitingastæðir, sem tekur allt. Já, og svo inn á Glerártorgi eru 40. En það eru laus pláss, náttúrulega, það er bara orðið tómt þar á Glerártorgi núna. Sko, að vísu, umræðan Glerártorgi er alltaf sérstök, sko. Almenningur er kvart yfir háu leiguverð á Glerártorgi, sem er alltaf sérstakt. Ég held við þurfum ekki að neina áhyggjur af torginu sem slíku. Þetta er bara spurningu framboð og eftirspurn. Markaðurinn hlýtur að jafna leiguverð út á torgi. Því að torgin er rosalega mikilvægt fyrir Akureyringa því það dregur í bæinn, það dregur fólk til Akureyrar. En mér langar aftur að staldra við þetta þess að þú veist að segja, við þurfum bara að standa upp og eins og spurningin hérna áðan, hvernig þá? Að því maður heyrir þetta stundum en ég skal alveg viðurkenna allavega fyrir mig, ég skal standa upp en ég skil ekki alveg hvað þarf að gera, þarf að fara í mótmælagöngur? Nei, það er reyna að fólk bara tali almennt verðlag á Íslandi sem er að mínvaldi algjörlega komið út úr sko öllu velsæmi. Svo með tekjuna sem fólk hefur innan landinu og þurfa að eyða kannski þriðjunga sínum ráðstöfunartekjum í einhverju mánuði til að kaupa einhverja árans úlpur, sko. Þú veist, hvaða sens er í þessu? Og það er bara þessi hugsun sem við erum að bara styðja hvort annað, þegar við erum að bera saman verð hérna, bera saman verð erlendis að vera þá með eitthvað rétta forsendur sem eru þá sambærilegar. Og fólk bara hreinlega þrýsti á fyrirtækjaeigendur að lækka verð. En hefur það ekki bara þau áhrif að það er þá minni peningar inn í fyrirtækinu sem að borga sér launin? Það er svo stór hluta fyrirtækjum í Ísland sem eru yfir skuldsett. Og það sem er mín skoðun, sem er mín pólitíska skoðun að 2008 hefur þetta láta allt drasli fara á hausinn, sko. Þá hefur hugsanlega fengið eðlilegt umhverfi með þá nýju fjárfestum sem áttu þá peninga sem gátu sett inn í fyrirtækjum. Í staðinn fyrir að keyra þetta áfram endalaust á skuldsettum fyrirtækjum sem geta bara rekstursins vegna ekki lækkað álagningu. Og þetta er ofboðslega stór hluti af vandamálinu hjá okkur í dag. En þá er það síðasta spurningin að þetta er að renna út. Getur verið að almenningur sé byrjaðar að vinna saman út af háu verðlagi með að versla minna við þá sem erum áttar? Er það ekki bara tákgræn mótmæli að við höfum ekki þessi verslunareigendur sem er ekki farið að hlusta eða hvað? Já, fólk leitar alltaf besta dílnum. Hefur alltaf gert og mun alltaf gera. Og verslur verður alltaf bregðast við því á einhvern nátt. Þetta snýr bara aðlögun og ég held að þetta verði allt saman fínt, sko.
Það verða alltaf allir hluti fínir, það náttúrulega tekur bara smá tíma. Ég mjög bjartsýnn. Eða kannski bara allir verslunareigendur að sameinast bara inn í vöruhús, gamla vöruhúsi og Já, vöruhús Krea? Já. Nei, ég vil ekki sá kaupfélagið aftur. Minnka kostnað. Bara með fleiri einingum. Jæja, strákar, nú ætlum við að fara að hætta þessu. Takk fyrir að koma. Takk. En komið til okkur aftur þegar leiðina lausnin er fundin og er byrjuð. Sem sagt aldrei. Heldur við áfram eftir smástund.